Og við leggjum mikla áherslu á að umhverfismálin hafi mjög ríkan sess og kannski þurfum við að koma þeim svolítið inn í hugsunarhátt nýtingarinnar. Meir heldur verið hefur. Allt að 18 virkjanakostir verða færðir úr verndar- og biðflokki yfir í bið- eða nýtingarflokk vegna endurskoðunar ríkisstjórnarinnar á rammaáætlun. Búast má við að allt að 18 virkjanakostir verði færðir úr verndar- og biðflokki og ýmist yfir í nýtingarflokk eða biðflokk vegna stefnumörkunar nýrrar ríkisstjórnar að endurskoða rammaáætlun. Mörg átakamál gætu blossað upp á ný eins og Norðlingaölduveitu, Bitruvirkjun og Gjástykki. Kristján Már Unnarsson segir frá því. Í fáum málaflokkum verður jafn afgerandi stefnubreiting með stjórnarskiptunum eins og í afstöðu til virkjana. En höfum í huga að orkuframleiðsla á Íslandi einhver sú umhverfisvænasta í heimi. Það ekkert land með jafn hátt hlutfall endurnýtanlegrar orku. Og menn eiga ekki að skamma sín fyrir það sem að gert hefur verið í orkuuppbyggingu á Íslandi. Það til fyrirmyndar fyrir allan heiminn og við erum að halda áfram að gera það sem að ekki bara vekur eftirtekt heldur til fyrirmyndar fyrir aðra þjóðir á Íslandi. Samorka, samtök orkufyrirtækja, merkti í fyrra með gulun lit á þessu plaggi þær virkjanir sem hún taldi saltaðar á pólitískum forsöndum. Niðurstaða þeirra var 18 virkjanir. Á Reykjanesi, jarðvarmavirkjanir í Trölladengju, Brennisteinsfjöllum og á Austurrengjum, á Hengilssvæðinu virkjanir í Innstaddal, Þverárdal, Grændal og Bitru. Vatnsdalsvirkjanir sunnan jökla eru í Neðri Þjórsá, Hvamms, Holta og Urriðafossvirkjun, Bláfellsvirkjun í Hvítá, Norðlingaölduveita, Skrokkölduvirkjun, Tungnárlón, Bjallavirkjun og loks jarðvarmavirkjun við Hágöngur. Norðan heiða voru Skatastaðavirkjun í Skagafirði og Gjástykki í Þingeyjarsýslum skilgreindar sem pólitísk flokkun á hálfu Samorku. Endurskoðun rammaáætlunar þarf þó ekki að þýða að allar þessar virkjanir verði leyfðar. Eflaust getur það þýtt á endanum að það verði einhverjir virkjanakostir eða möguleikar ekki í nýtingaflokki sem að sumum finnst að ætti að vera þar. Aðalatriðið að taka þetta upp úr þeim pólitíska farvegi sem málið var fellt í.